Ég ætla að tala við þig á eftir, en næst ætlum við að fara yfir í tónlistaratriði sem er Hjalti og unglingarnir. Hann Hjalti sér æskulýðsstarfið í Laugarneskirkju og við ætlum að tala aðeins við hann og svona heyra hvað þau eru að gera. Já, hvað erum við að gera? Hvað ætlum við að byrja? Við erum til dæmis búin að byggja hér fjall með hóp sem heitir Harðjaxlar og eru 10 og 11 ára krakkar sem koma hérna í kirkjuna og eru núna búin að vera að vinna hörðum höndum að því listræna verkefni og guðfræðilega verkefni að byggja fjall. Við erum búin að hafa myndlistafólk sem heitir Berglind Erna og Ýmir sem er búin að vera að hjálpa okkur við þetta. Þetta er mikil smíð og innblásturinn að þessu verki var versið Þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Og við ákváðum að gera fjall sem að fær ekki dulist. Hér er fjall komið í safnaheimili Laugarneskirkju og verður áfram verk að vinna það, byggja borg og skoða líka svona táknfræði fjallsins í trúarhefðin okkar. Þetta er búið að vera alveg hátt í 2 mánuði að gera þetta og það er búið að vera svolítið skemmtilegt fyrir krakkana að hafa svona stórt verkefni til þess að vera að vinna stöðugt að svona jafnt og þétt og ég held að það gefi einhvern veginn eitthvað ekstra. Heyrðu, ég er að spila með unglingum í verkefni sem er kallað Besta hljómsveit heims og við höfum verið að performera á aðvendunni og erum að fara að spila í Digranesskirkju í kvöld í unglingamessu þar. Svo erum við með mannréttindastarf sem heitir Breytendur og Adrenalín og er að beita sig fyrir því að gera hann heim á betri stað. Kanna það hvort það sé ekki eitthvað sem við getum öll gert og lagt af mörkum. Í staðinn fyrir að fórna höndum hugsa með sér að þessi heimur sé algjörlega glataðir þá geta allir gert eitthvað. Svo erum við líka með æskulýðsfélag hérna sem hittist hverju einustu fimmtudagskvöldi og þar fáum við að gera eitthvað sem ég finnst vera alveg klárlega það dýrmæta sem hægt er að gera í starfi og sérstaklega í starfi með unglingum og það er að rækta kyrrðina. Þegar við erum búin að eyða klukkutíma í æsing og vera í einhver stuði, vera með einhver verkefni þar sem við erum vel virk, þá eigum við hálftíma stund þar sem við erum bara að stíga inn í kyrrðina og nálgast Guð, finna Guð hvert og eitt á okkar hátt í hjörtum okkar. Og það er eitthvað svo magnað því að ég held fyrir unglinga að vera kannski 40 saman í kyrrð. Það er eitthvað magnað. Út af heiminum í dag eins og við lifum í dag, þá ef það er þögn í kringu þig, þá er einfaldlega út af að þú ert einn með sjálfum þér. Það er eitthvað magnað að við verðum kyrrð saman í bæinn, 40-50 saman. Svo voru hérna vorum við með gistikvöld núna seinasta föstudag og ég er bara svona ennþá að jafna mig eftir það sko. Já. Fyrir þá sem að myndu vilja vita meira og kannski fá að vera með, hvernig er best að nálgast? Það er best að nálgast í gegnum heimasíðu kirkjunnar, laugarneskirkja.is, Facebook síðu kirkjunnar sem er Laugarneskirkja og svo má líka bara hafa samband við mig, Hjalti Jón @Laugarneskirkja, senda tölvupóst og ef einhver spurningar. Halló, við erum stödd í Laugarneskirkju og við erum Hjalti og unglingarnir. Við ætlum að flytja fyrir ykkur lag sem heitir Steinn og er eftir Jönu.